Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarpið Bóka ást. Til mín komin góður gestur. Það hún Ragnheiður Jónsdóttir, rithöfundur, sem er nýbúin að gefa út glæpasöguna sína Svikaslóð. Ertu velkomin, Ragnheiður. Takk fyrir. Heyrðu, þú ert tiltölulega nýstokkin fram á sjónarsviðið. Þú fékkst glæpasöguverðlaun fyrir þína fyrstu bók, Blóðmjólk. Og nú gefur út þína aðra bók, Svikaslóð. Já. Þannig að hvernig, nú veit ég að þú ert að gefa út bókina þarna hjá forlaginu Bókabeitunni. Hvernig líkar þér lífið þar? Hvernig að vera, ungur og nýr rithöfundur? Það rosalega gott að vera hjá Bókabeitunni. Ég ótrúlega heppin að hafa komist inn þar. Og þetta svona freka lítið forlag og reynda búið að vera til alveg í þó nokkuð mörg ár, en þeir eru tvær sem stofnuðu þetta, Marta og Birgitta, og þær svona stofnuðu þetta því að þær langaði svolítið að svona auka fjölbreytni af svona barna- og unglingabókum, og svo það núna svona nýlega farnar að færa sig yfir í bara alls konar bækur, og þetta bara svona rosalega notalega svona fjölskyldu stemning má segja þarna. Þeir kalli þetta svona Bókabeitu fjölskylduna og bara rosalega svona góð stemning meðal höfunduna þar. Skiptir þetta þig máli? Bara svona hjá hverjum þú ert og hvernig þér líður? Já, það segja það. Algjörlega, ég held að við viljum öll vera svona á góðum stað þar. Og í desember þá þurfa rithöfundar að, snúa sér á rönguna. Flestir eru svona frekar inn á við, frekar en út á við. Hvernig fellur þér þetta að vera út kvippin og kvappin að lesa og vera, út allt? Það alveg gaman. Það svolítið gaman að fara í þennan gír og vera svolítið bara, svolítið út allt, þess að segir. En annars ég samt freka mikil svona introvert, Ég alveg svona meira fyrir að bara setja og skrifa, En maður, eins og ég segi, maður gíra sig bara svolítið upp í þetta og það alveg gaman að taka þátt í bókaflóðinu, Og hollt. Hollt, klárlega, já. Og hvernig það? Hvernig þér tekið svona í samfélagi rithöfunda? Bara mjög vel. Já, ég svona nýlega komin inn í rithöfundasambandið. Það svona viðmið að vera búin að skrifa 2 bækur, þá getur maður fengið inngöngu í það. Þannig ég svona aðeins farin að kynnast rithöfundum og þetta upp til lópa mjög gott fólk. Nú náttúrulega hinn árlega umræða listamannalaun. Hún svona fjara út, en þetta verður alltaf mikill æsingur á hverju ári. Hvernig einmitt fyrir tiltölulega nýjan rithöfund að fylgjast með þessari umræðu, þú veist? Veltur þú því fyrir þér sóttir þú? Ég sóttir reyndar ekki Það kannski bara því að ég svo ný í þessu, mér fannst ég einhvern veginn ekki, það eiginlega hvarflaði ekki að mér. Ég finnst ég kannski ekki ennþá orðin alveg svona, þú veist, rithöfundur, þetta svo stórt hugtak einhvern veginn finnst mér að vera listamaður, þannig ég einhvern veginn, mér fannst listamannalaun kannski ekki alveg eitthvað, hvarflaði ekki að mér. En þú veist, ég mun örugglega sækja einhvern tímann, næsta ári kannski. Þú vinnur, sem sagt, með? Já, ég að vinna núna á RÚV og málfarsráðgjafi þar núna. En það svona tímabundið starf, þannig að ég sé fyrir mér að fara að skrifa meira, halda áfram að skrifa þar að því líkur. Það mér finnst það svo gaman, ég bara veit ekki skemmtilegur en að setja og skrifa, Ég get alveg sagt þér að þú ert bara full gildur rithöfundur. Nú ég búin að lesa bók þína og ég bara mæli með henni, bókinni Svikaslóð. Í bókinni segir frá listapari, þeim Sverri og Lísu, og sjónarhornið svona, við skiptumst á að fylgjast með, út frá þeirra augum. Og þetta hröð framvinda og hún kemur verulega óvart. Hvar kviknaði hugmyndin að sögutræðin án þess að við gefum of mikið uppi? Já, einmitt, við vorum fjölskyldan stödd út á Costa Rica síðustu áramót og ég lá svona andvaka inn á nóttina þar, mikið af svona skrýtnum hljóðum, það var hljóð í öpum og alls konar skordýrum og svona, og þetta var svona óþægilegt rúm og ég bara lá þarna heilengi andvaka
og þá einhvern veginn svona, þá kviknaði eitthvað svona hugmynd, ég veit ekki, ég held að hafa verið svona eitthvað svona sem að hérna, svona sagði mér að það væri sniðugt að skrifa svona fólk á þessum stað, að vísu gerist bókin bara hluta þarna úti í Kosta Ríka, bara svona rétt í byrjun, en hérna, en það var eitthvað svona, þú veist, þarna kviknaði eitthvað hugmynd sem að svona lét mikið í friði, og þegar við komum úr þessu fríi, þá settist ég niður og byrjaði að skrifa þessi hjón. Og hvernig svona ferli hjá þér að skrifa? Við byggum út í Bandaríkjunum fjölskyldan síðastliðin 2-3 ár og hérna þá í rauninni hafði ég kannski ekkert sérstætt að við fluttum út vegna vinnu mannsins míns. Hann var að opna svona verksmiðju út í Virginíu fyrir hjól, hann er með hjólafyrirtæki Lauf og ég svona hafði ekkert sérstætt, ég er íslenskufræðingur og það var kannski ekki mikil eftirspurn eftir íslenskufræðingum þarna í litlum háskólabæ í Virginíu, þannig að ég var ekki með vinnu og kannski fyrsta skipti svona á ævinni eða bara ekki með vinnu eða í námi, þannig ég svona fekk svolítið bara svona tíma fyrir mig sjálfa til að gera bara svona sem ég langaði og þegar við erum með börn sem eru núna 5 og 8 ára, þannig að þegar þau fóru í skólan og leikskólan þá bara settist ég niður og fór að skrifa, þannig að ég þarf alveg svona, það er góðan tíma og svolítið svona aga bara við að setja við og skrifa, þannig ég finn alveg núna eins og þegar ég er í fullri vinnu að þá er ég ekki hef ég ekki fókus eða orku að koma heim úr vinnunni og fara að skrifa þannig að ég hef ekki skrifað mikið undanfarið en ætla að gera það. Og þegar þú ert að skrifa ertu þá búin að hugsa framvinduna eða leyfir henni að ráðast eftir tilfinningu eða? Já, ég geri það meira. Ég er ekki svona skipulögð og ég held eiginlega fyrst áður en ég byrjaði að skrifa, ég vissi alltaf að mér langaði að pröfa það en ég held eitthvað að það var alltaf eitthvað sem stoppaði mig því ég held að maður þyrfti að vera svolítið búin að sjá allt fyrir sér, alveg bara, búin að ákvæða eða bara, alveg kapla fyrir kapla hvað gerðist. En það komið svolítið óvart hvað þetta svona, leið maður bara gefur sér tíma, þá einhvern veginn byrjar þetta að flæða, það er kannski bara aðeins bara búin að móta persónunnar, veist mér, að þá kemur þetta svolítið að sjálfu sér. Og ertu farin að leggja draugin að næstu bók? Eða? Ég er svona með ýmsar hugmyndir, skulle segja, og ég svona reikna með að það verði aftur glæpasaga. Mér finnst það svolítið skemmtilegt form, ekki það að þessar báðar bækur sem ég hef skrifað, Svikaslóð og Blóðmjólk eru báðar svona svolítið óhefðbundnar glæpasögur, þeir eru ekki alveg svona kannski eins og við stundum talað svona formúlusögur og þeir eru ekki, við erum ekki að fylgjast með rannsóknarlögreglunarstörfum og það er lítið svona lítið kannski svona eitthvað svona sjokkarandi, ljótleika, ekki hróttilega lýsingar á ofbeldi eða illaförnum líkum og þetta gerist í Reykjavík og þetta er allt svolítið svona, bara svolítið óvenjulegt, þannig að en það að hafa, einhverja ráðgátu, glæp, eitthvað sem við þurfum svona, eitthvað sem okkur langar að vita meirum, eitthvað forvitni, eitthvað sem dregur okkur áfram, það er mjög það skemmtilegt. Það er nefnilega að þú brýtur skemmtilega upp á formið því að sagan er krassandi. Við getum sagt það. Þú notar, innra sálarlíf þessa fólks til þess að draga söguna áfram á mjög áhrifamikinn hátt. Já. Og ósjálfrátt hugsa maður til, án þess að segja of mikið. En þarna er allavega aðal karlkyns söguhetjan afskaplega breyskur fram á maður í listalífi Reykjavíkur og þetta er svona, bara mannleg saga líka. Já, akkurat. Þú leikur þig svolítið að því. Akkurat. Ég er bara svo mikið áhuga á fólki og bara samskiptum, kannski miklu meira heldur en fókusin kannski er ekki aðalega endilega alltaf á glæpnum, heldur meira bara á eins og í þessu tilfelli bara hjónabandinu og við erum bara svona að skoða hvernig það breytist og hvaða áhrif í rauninni glæpurinn hefur á fólkið og þeirra samskipti, hvaða dregur fram í karakterunum og í þessu tilfelli þá er þetta hjón sem eru svona alveg frá því þau kynnast, þá er svona svolítið valda ójafnvægi í sambandinu og þau kynnast þegar hann er orðin svona svolítið þekktur leikari og leikstjóri og hún er bara svona nýútskrifuð leikona sem að lítur rosalega mikið upp til hans þannig að mér finnst það líka bara svona áhugaverð einhvern veginn dýnamík í sambandi.
Já. Og það svo skrítin tilfinning og nú verði ég bara aftur að hvetja þá sem að hlusta til þess að lesa. En svo áhugaverð tilfinning að lesa bókina og auðvitað heldur maður svolítið með einni söguhetjunni og í sögulok ákveðin sigur niðurstaðan en samt sorg og eiginlega bara mjög góð flétta. En hérna bara til hamingju með bókina. Hvað heldur þú eyðir mörgum klukkutímum á dag í að skrifa? Það góð spurning sko, ég get alveg tekið það saman en þetta samt alveg bara svona eins og vinnudagur, þú veist, ég hugsa þetta alveg bara eins og þannig sig hverja aðra vinnu, sko, maður sest bara niður að mótni við tölvuna og svo, þú veist, tekur maður sér hádæðislega og svo heldur maður áfram að skrifa, þú veist, þannig allavega finnst mér best að vinna, þangað til að deginum svona líkur 4-5. Finnst þér fólk bera virðingu fyrir rithöfundum, nú alltaf ósalega sterkur fókus á til dæmis listamannalaunin og svona tekjur þeirra og oft hefur fólk mikla skoðunar á þessu. Hvað finnst þér? Mér finnst svona almennt virðing borin fyrir rithöfundum og listamönnum almennt, sko. En svo þetta, ég meina eins og bóksalar alltaf að dragast saman og það þetta forsenda fyrir að þetta þrífist að það að fólk kaupi bækur. Þannig að ég alltaf svolítið að hvetja fólk til þess að kaupa bækur og ég heyri það svo ofta að fólk nenni ekki að eiga bækur lengur, fólk nenni ekki að sitja uppi með þetta eitthvað nefn til æviloka, fylla heimilega bókum. En ég svolítið að hvetja fólk til þess að svona endurhugsa það eins. Því við þurfum kannski ekki að eiga þetta, þú veist, til æviloka. Það ekki, við þurfum kannski að hugsa þetta meira bara eins og við förum út í búð og kaupum föt, þú veist, við kaupum ekki buxur sem við viljum að eiga út ævina. Sama með bækur, við getum alveg keypt bækur og gefa þær svo áfram eða losa okkur við þær, þú veist. Já. Og í þessu samhengi má benda á að bókin bara fullkomlega sjálfbær vara, framleidd úr skógarafurð og pappír og það þarf enginn að vera með samviskubit yfir að kaupa bók og styrkja íslenska bókamenningu í leiðinni. Þetta bara verður skemmtilegt. Hvernig leggst svo desember í þig? Restin nú vika til jóla cirka. Já. Er það ekki? Já, nákvæmlega. Þetta lagst mjög vel í mig, sko. Þetta ég mikið jólabatt sjálf, hef alltaf gaman að þessum tíma. Þannig að þetta bara gaman og búið að vera gaman að taka þátt í þessu jólabókaflóði, sko. Þú þetta sé náttúrulega rosalegt flóð og maður alveg svona, þú veist, það rosalega svona erfitt að einhvern veginn kalla á athygli, sko. Þú veist, þetta svo margir, við hefum svo marga frábæra höfunda með góða bækur. Þannig að þetta bæði græfjandi en líka gaman. Gangið bara ofsalega vel og ég hlakka til að lesa næstu bók eftir þig. Takk fyrir.